Og hér stendur Árni og teiknar á vænginn. Þá það krossarnir og þess að þetta þýsk flugvél þá það nú ekki mjög flókið. Maður mælir út á vænginn nokkurn veginn hvar krossarnir eiga að vera. Svo maður búinn að útbúa svona skapalón sem maður leggur bara ofan á vænginn þar sem krossin á að vera. Og strikar með blýanti, svo þið sjá að ég að gera hérna. Og þá maður búinn að strika á vænginn þar sem maður þarf að maska með málningarmyndbandi eins og sýni ykkur á eftir. Og síðan bara að sprauta þetta. Þetta ekki nein geimvísindi og þetta kemur miklu betur út heldur en að kaupa þetta í einhverri skiltagerð og líma þetta á. Og þetta límbandi sem við notum hérna. Þetta gula límbandi sem ég hef minnst á áður. Þetta mjög skær gult miðað við þetta venjulega föla sem fæst nú í búðunum. Það alveg ómögulegt í þetta. Þetta límband það límist miklu betur við og eins og ég sýni ykkur á eftir að ef maður strýkur það niður á brúnunum þá fer ekki einn einasti dropi undir á málningu. En svo bara að maska krossin eins og ég að gera hérna eins og þið sjáið. Nú triksið, nú að fara út á snúru og ná í þvottaklemmu til dæmis eða nota einhverja spýtu. Þetta þvottaklemma sem í boði frú Sigurlaugar og ég aðeins búinn að snirta til endan hérna á henni, rúnan af með sandpapír og svo sjáum við að hér búið að maska fyrir krossinum, merkingunum á flugvélinni og nú til þess að koma í veg fyrir það að málningin síi undir þegar maður fer að sprauta henni á þá mjög gott að taka svona þvottaklemmu og strjúka bara aðeins yfir brúnina til að leggist algjörlega niður að fletinum undir. Bara muna að vera ekki af harðhendur, þetta getur teikst, þetta teip svolítið, þannig að maður geti tosað svolítið út úr réttum hlutvöllum ef maður of harðhendur. En maður sér hvernig teip hérna náttúrulega dökknar, þegar límið grípur hérna, þegar maður strýkur þessu svona eftir. Og bara passa að brúnin sé alveg þræl strokið niður. Og þá þetta alveg pottþétt, þetta verður alveg eins og bara, ég veit ekki hvað, prentað út. Nei, það voru bændablaði. Það voru bændablaði. Nú bara að nota ódýra límbandið og bændablaði. Það ljómandi gott. Maður að vísu gleymi sér stundum í að lesa hérna héraðssýningar lamprúta í Dalasýslu. Jarðræktarforritið.jörð.is. En þar sem ég nú að bænda ættum, þá náttúrulega getur þetta verið tafsamt að nota bændablaðið. Og það ástæðan fyrir því að þú vilt nota bændablaðið? Þú ert bóndasonur? Bauernsson, því ég smíðað þýska flugvél. Það nú húsbóndinn sem ræður því. Honum eitthvað nöp við bændur á Evrópusambandið og eitthvað svona. Ég að nota kirkjuritt þegar þannig væng þarna. Hversu vandlega pakkar þessu inn? Í rauninni þarf maður að gera býsna vel vegna þess að ég nota sprautu við þetta, ekki sem sagt handmálningu sem væri alveg hægt að nota. En þá náttúrulega höfum við komist að því að biturri reynslu að úðinn hann getur farið hér undir og býsna víða. Þannig að það borgar sig að maska þetta svolítið vel. Skerma þetta svolítið vel af með bændablaði eða slíkum ásendum. Fiskisúpan hennar mömmu best, segir Halldóra Íris, 15 ára. Hún veit þetta. En hún kemur ekki eins og með uppskriftina henni. Nú, þá var þetta svindl. Þá fer Halldóra Íris 15 ára bara í maskeringuna.
Og þetta er alltaf leið þá að hita þetta svona. Já, ég bara ekki hita of mikið. Bara svona svo að sé snertið fyrst, þá er fínt að taka aðra umferð á þetta með hvítu og það verður bara komið. En svo þegar þetta hvíta harðnar dálítið vel áður en að maður setur svart á því að maður er að maska yfir að hvít. Það borgar sig að þetta sé verið vel þurrt á. Þannig að klára þetta dæmi hérna. Og þetta er bara áframhaldandi skemmtileg hitt. Bara vanda sig við þetta og strúka vel niður brúnirnar á teipinu og bara sulla á þetta. Ég sé að eftirlitssveitin er komin á stað. Það var að fylgjast með og sé að gera þetta rétt. Það er vissara. Það er líka, ég klippi bara í burtu ef ég ger einhver eils. Mála með Og að mála. með Það er svörtu litirnir. hvers konar dollar þetta? Þetta er ekki Vitritex. Þetta er svoköldu málningardolla. Det er interior 10 vägg vantinbar. Interior 10 vägg akryl. Base C. Så mycket. Ja, men den kan inte hovra. Nej, det kan den inte. Og hérna ertu komið með vangina tilbúna. Jæja, nú eru bara flæðilínan. Það er slæðilína. Bara sulla á þetta og aðeins að þurrka á milli með hárþurrkurinn að skauja. Já. Sem ég er hættur að nota. Já, hvernig stendur það því? Jæja, það var svart. Það var svart. Ish. Svart ish. Eins og hinn svikuli mummi hefði sagt. Já. Þannig fór tækjarinn minn. Það voru önnur umferð af þessu. Það ætti að duga. Jæja, þá eru jólin komin. Þá er komin jól. Nú er bara hægt að pakka í utan af veginn. Sjá hvað gerist. Seinna. Nú skulum við byrja. Sko. Hér kemur alveg hrein rönd undan. Já, þakka fyrir. Voilà. Og nú fer krossin að koma í ljós. Hér hefur örlítið runnið undir hjá mér. Ég hef gleymt hérna einu horni. Ég skal sýna ykkur eftir hvernig maður lagar það.
Þá er komin þessi fíni kloss. Þá er þetta bara alveg að vera tilbúið. Nice. How you gonna keep them away from Broadway, dancing along and painting the town? How you gonna keep them away from harm? That song is sorry. They'll never want to see a race or plow, and who's the Duke can hardly do a cow. How you gonna keep them down on the pond after they've seen Paris?